Komið sæl og velkomin í Veitni vinum. Í þættinum í dag ætlum við að veiða hérna með Minnivallalæk. Ætlum að reyna að klófesta einhvern af þessum stóru urriðum sem að Minnivallalækur er þekktur fyrir að geyma. Og með okkur fyrir sem venjulega skemmtilegir veiðifélagar. Og númer 1, 2 og 3 held ég sé bara málið. Það er gott að vera úti og veiða. Minnivallalækur er í landsveit í það bil 1,5 klukkustundar akstri frá Reykjavík. Hann er 7 km langur og rennur í Þjórsá. Áin rennur hraun og graslendi og skiptast á fallegar lygnar breiður, djúpir hyljir og hraðir strengir. Fjölbreytni veiðistaða er mikil og eiginlega má segja að áin sé einn samfelldur tökustaður því oft má sjá fisk á ómerktum stöðum. Meðalveiði síðustu ára hefur verið 300 urriðar og einnig veiðast nokkrar bleikjur og laxar í ánni á hverju ári. Eingöngu er veitt á flugu og öllum fiski er sleppt. Í Minnivallalæk er urriði af 2 stofnum. Annars vegar er staðbundinn fiskur sem er dekkri yfirlitum og virðist hann ala allan sinn aldur í ánni. Síðan gengur í ána urriði úr Þjórsá en hann er mun ljósari en staðbundni fiskurinn og báðir þessi stofnar geta náð vel yfir 5 kílóum þó að algeng meðalstærð sé kringum 1,5 til 3 kíló. Inn á milli eru svo stærri fiskar og ósjaldan kemur það fyrir að uppkomi fiskar sem eru taldir nálægt 7 til 10 kílóum að þyngd. Minnivallalækur verður til þegar Klofalækur og Skarðslækur renna saman. Ármótin eru rétt fyrir ofan efsta veiðistað árinnar sem er Húsabreiða. Við Húsabreiðu hefur verið reist nýtt og veglegt veiðihús þar sem allur aðbúnaður er til fyrirmyndar. Gott svefnplássi fyrir veiðimenn og allur annar aðbúnaður eins og best verður á kosið. Við ætlum okkur að þessu sinni að byrja við efsta veiðistað Minnivallalæks og veiða okkur niður ána. Félagar okkar þeir Páll Ólafsson leiðsögumaður og Keith Cartwright ætla að byrja neðar í ánni og skoða sig þar. Húsabreiða er frekar lygn og þægilegu staður og gefur á öllu jöfnu mikið af fiski á hverju sumri. Það sem ber að varast er að koma beint að staðnum. Best er að taka góðan krók og ganga nokkuð frá ánni og koma að breiðunni neðanverðri og veiða andstreymis með tökuvara. Fiskurinn getur legið nálægt landi og ef hann verður var við ferðir á bakkanum er hann farinn og leggst oft ekki aftur fyrr en staðurinn hefur verið hvíldur í góðan tíma. Það er líka gott að skipta flugu reglulega, því urriðin er oft vandlátur á það sem hann er að taka og það þarf oft ekki mikinn mun á milli flugna. Smá litabreiting getur til dæmis gert gæfu muninn. Það sem hafa þarf í huga áður en haldið til veiða í Minnivallalæk er að eiga gott úrval af flugum. Straumflugur, púpur og þurrflugur, allt niður í stærð 20.
Það er einnig góður kostur að nota nettar stangir. Línur 4 til 6 eru ákjósanlegar og flestir nota eingöngu flotlínu. Og eins og fyrir flestar veiðiferðir er betra að vera við öllu búin, fara vel yfir línur og skipta það sem þarf að skipta Það getur verið erfitt fyrir veiðimann að horfa á fallegan stað þar sem fiskur lætur aðeins taka eftir sér en tekur ekki neitt. Þá er alveg eins gott að færa sig set og skoða fleiri staði í ánni. Við ætlum að færa okkur set og fara í næsta veiðistað sem er Stöðvarhylur. Hér hittum við fyrir Pál og Keith. Páll þekkir ána vel og er að leiðbeina Keith ána. Herru, hérna erum við konum með leiðsögumanninn, Palla. Blessaður. Sæll. Það sér gott. Fínt. Ekki? Jú. Herru, hvernig er búið að ganga hjá ykkur í dag? Búið að rólið í dag. Hann er núna að veiða hérna Stöðvarhylinn og við erum búin að vera rónda hérna aðeins efripartan á ánni og reyna að sjá eitthvað upptökur en sé lítið. En hann er svona aðeins að vakna við hérna og var núna til dæmis rétti þessu að missa einn á þurrfluguna. Þannig að vonandi setja annan fyrir okkur. Já, það byggast allt upp þegar það hlýnar. Já. Smá mistur og góður hiti og smá góla. Þetta er bara kjöraðstæður eins og staðinu núna. Já. Hann er svolítið skemmtilegur leikurinn því að hérna menn þurfa að sýna ofsalega mikla aðgátt að þeir koma að stöðunum og byrja með mjög litla flugur og netta græjur. Já. Og gerir þetta bara að einni stóra áskorun að veiða hann. Já. Þetta er svona háskóli flugveiðimannsins myndi ég segja. Já. Komið það. Það náttúrulega byrjar oft með látum á vorin þar sem að fiskurinn er náttúrulega minna æti í ánni og hann ræðst svona á stærri flugurnar en síðan þegar líður á sumar eitthvað þá er þetta orðið meira challenge og þannig þurfa að fara að velja réttu flugurnar og svona pikka upp það sem hann er að nærast á í náttúrunni. Akkurat. Stöðvarhylur er einn gjöfulegasti veiðistaðurinn í Minnivallalæk. Bæði safnast þar oft mikið af fiski, en hluti af ástæðinu kann að liggja í því að ásamt húsabreiðunni er Stöðvarhylurinn mikið stundaður veiðistaður. Þarna getur fiskur tekið alveg undir straumnum í stóra hylnum og niður eftir öllum strengnum niður á breiðu. Það er best að byrja á því að veiða breiðuna andstreymis með þurrflug eða púpu, vinna sig síðan upp í efri hylinn og að lokum fara yfir hylinn með straumflugu ef ekkert annað gengur. Stundum er hægt að gera ævintýralega veiði í þessum hyl þegar fiskurinn tekur nánast hvaða flugu sem dettur í ána, en að öllu jöfnu er það þolinmæði og smá slurkur af heppni sem getur gert gæfumuninn. Það er nóg af fiski í Stöðvarhyl, en hann virðist vera frekar dræmur í töku. Við Páll ætlum að færa okkur í næsta stað sem er Viðarhólmi, en Keith ætlar að reyna nokkrar flugur hér til viðbótar. Viðarhólmi er skemmtilegu staður. Áin tekur smá beygju eins og lítið S og getur fiskur legið í allri beygjunni þó mest virðist hann liggja ofarlega í staðnum. En það er auðvelt að sprengja staðinn sem komið óvarlega að honum, þannig að hér er eins gott að fara mjög varlega. Hvað séu, sástu fiskinn eftir það? Nei. Það var svona eiginlega kasta blindandi. Hvað, svissa bara flugu?
Já. Ég myndi skjóta á eitthvað lítið svart núna. Það er þungt eða? Ekki, ég ætla að svona benda á að kannski fara hérna aðeins ofar í beyguna. Já. Við varum við fisk aðeins frá horni í gær. Já. Ég ætla að prófa það núna. Já. Og ég myndi mæla með þessari. Aftur? Ég myndi mæla með hérna einhver lítið svart þessari pillu eða bútúmum eða rauði. Eða krókinn. Eitthvað svona svart. Svart og rautt sem ég var hann ekki. Ég held nú svolítið upp á krókinn en það er bara Já, það er að gera. að láta reyna á það. Og svo er það, hvað, kíkjum við í djúpilinn næst? Djúpilinn næst. Já. Það var mikið líf þar í gær. Tók þurrfluguna 2 en festi ekki. En þetta er sýnd veiði en ekki gefin. Yes. Þetta er náttúrulega bara áskorun. Já. Og við segjum ekki nei við henni. Nei. Þrátt fyrir að sjá uppítökur er urriðinn hér ekki að taka neitt sem kastaðar á hann. Það er búið að sýna honum nokkrar gæðaflugur úr boxinu en ekkert vill hann taka. Við Páll ákváðum að færa okkur niður ána og fara í djúpill. Djúpillur er ekki einn eiginlegu veiðistæður. Nafnaðu við stutt svæði nokkurra skemmtilegra tökustaða sem byrjar á 2 hyljum, fellur síðan í djúpa rennu og endar síðan á því að mjókka í skemmtilegan smáhylj sem síðan breytist í breiðu þar fyrir neðan. Hérna getur fiskur legið næstum því hvar sem er. Flestir byrja á því að veiða rennuna þar sem hún fellur úr neðri hylnum og veiða sig upp í hyljunni 2 þar fyrir ofan. Það getur verið mjög gott ráð að sitja rólegur og horfa á ána í smástund og bíða eftir uppítöku. Þá ertu bæði búin að staðsetja hvar fiskurinn liggur og minnka þar á leiðandi möguleikann á því að styggja. Eftir nokkuð þétta yfirferð verðum við ekkert varir í efri hlutanum. En þar sem áin þrengist fyrir neðan rennuna hefur fiskur verið að lyfta sér í flugur á yfirborðinu. Hérna læðumst við aftan við fiskinn sem verður okkar ekki var og kostum flugunni upp fyrir hann. Við erum með tökuvara til að sjá tökuna tímanlega til að geta brugðist við henni. Það hefur ekki sést nein uppítaka núna, en við tökum samt nokkur köst og sjáum hvort hér liggi fiskur. Eftir augnablik og nokkur köst hefur urriðinn fallir fyrir flugunni sem við köstuðum fyrir hann og tekið.
Heyrðu, þá ætlum við að gefa honum líf eins og öllum urriðum hérna í Minnivallalæk og það er bara að fara varlega að því. Þetta er svo gaman. Við ætlum að hvíla djúpil og kíkja aðeins niður fyrir og fara í Arnarhólsflúð. Arnarhólsflúð getur oft geymt mikið af fiski. Hann liggur aftast í hylnum, alveg við endan á straumtaglinu, en hann er oft ansi tregur til að taka. Hérna er gott að kasta bæði straumflugum, púpum og þurrflugum og láta það renna hylinn eða fara varlega niður fyrir og kasta upp í með púpu og tökuvara. Það hefur ekki mikið veiðst upp úr Arnarhólsflúðum í vor þrátt fyrir að þar sjást töluvert af fiski. En þarna liggja saman 3 góðir veiðistæðir. Efst er það Arnarhólsflúð, þar fyrir neðan Arnarhólsbreiða og síðast Arnarhólsþrengsli. Að öllu jöfnu má gefa sér góðan tíma til að fara vel yfir þessa staði, en við ætlum að gefa okkur meiri tíma í næstu staði. Við ætlum að færa okkur í Húsaflúð og Guðbrandsíl. Hér hittum við á kýð sem er að veiða Guðbrandsíl. Neðst í hylnum liggja nokkrir flottir urriðar sem eru vísir til að taka ef rétta flugan kemur að þeim. Það þarf að læðast að þeim, halda sig þétt að bakkanum og kasta upp fyrir torfuna. Það margborgar sig líka að lengja tauminn og hafa hann eins grannan og það þorir því þegar áin er svona lygn getur fiskurinn verið ansi taum og línustyggur. Hér veiðir maður breiðuna alveg upp að beygju og í raun á að veiða alla beygjuna líka. Rétt fyrir ofan er neðsti tökustaðurinn í Húsaflúðinni sjálfri og þar liggur líka nokkuð af fiski. Byrjum yfir þurrflugunni hérna í svona veðri. En það er ekkert annars ekki til greina. Það er alveg blank og logn og sól. Það er örugglega skriði 10-11 gráður núna. En svo ef það gerist ekki neitt með þurrflugunni þá hendum við yfirleitt með litlum kúlu og svo með litlum púpum. Sjá hvort að það byrja eitthvað árangur. Fiskurinn er mjög styggur og mjög erfitt að veiða stað. Og það þarf að skríða með öllum bekkum og vera núna stofan í ánni. Svo komast alveg af þessu kasti. Somebody's there? Yeah. Yes. Waiting to see what comes up again. Keith hefur séð nokkrar uppítökur á sama blettinum sem gæti verið sami fiskurinn að koma upp í æti. Það er lítil svört þurrfluga undir og fiskurinn virðist ekki hafa tekið eftir okkur hérna fyrir aftan. Það er að verða ljóst að þessir koma líklegast ekki til með að taka neitt. Fyrir neðan Guðbrandsíl er mest veitt í Dráttarhólshyljum og Hólmakvíslum. Hólmakvíslarnar ná yfir nokkuð stórt svæði og er mjög skemmtilegt að ganga upp ána með stöngina og kasta í alla staði þar sem líklegt er að fiskur liggi. Nokkrir hyljir eru þó þekktastir fyrir að halda fiski og Keith og Páll ætla einmitt að læðast að einum besta tökustaðnum og sjá hvort að þar rísi fiskur. Þegar fiskurinn hefur verið staðsettur er kastað á hann.
Í svona glæru vatni sést hver einasta hreyfing og þegar grönn línan leggst á vatnið, þó svo að það sé listavel gert, getur það verið nóg til að styggja fisk frá töku. Það er mikil virðing í því að ganga þannig ána að þeir sem á eftir þér koma fái staðinn ekki spilltan. Ef þú verður ekki var, þá er að gera að fara varlega frá staðnum aftur, frekar en að ganga fram á hann og skygna hann og eiga þannig á hættu að spilla staðnum í nokkra tíma á eftir. Urriðarnir í Hólmakvíslunum eru ekki að gefa sig í dag. Það er búið að prófa nokkrar flugur en ekkert vill hann taka. Fyrir neðan Hólmakvíslarnar eru nokkrir staðir en það eru fáir sem leggja leið sína þangað þrátt fyrir að þarna sé mjög veiðilegt. Þarna eru staðir eins og Brúarflúð og fleiri sem vert er að gefa smá tíma þegar þú veiðir í Minnivallalæk. Þrátt fyrir að veiðin hafi verið róleg, þá er ekki við neitt að sakast nema veiðimennina sjálfa. Áin er full af fiski og veðrið ágætt, þó það hafi gengið á með smá kviðum miðjan daginn. Hér hafði bara urriðinn betur að þessu sinni, en við hlökkum bara til dagsins þegar við mætum honum aftur og vonandi sem allra fyrst.